YouTube-brósin ekki live. Einhver hluta vegna hefur slöknað á því. Hvað gerðist? Hún allan að live núna, kæra fólk. Bara bím, bara búm. Litla royal klúðrið að það hef ekki verið löngu búin að búið fyrir því. Stöfi gerist, en allavega hér niðurstaðan upp á skjánum. Þið sem voruð að tjúna inn, ég ætla að negla þessu upp fyrir ykkur aftur, þannig að þið sjáuð allavega stíginn eins og við hinn. Það Gunnar Karl sem leiðir keppnina með 113 stig, Þórhallur Jóns rétt á eftir honum, þannig að það stutt þetta á milli og allt getur gerst í þessari keppni. Gunnar Karl þarf að halda allavega þriðja eða fjórða sæti ef að Þórhallur í því fyrsta, sko. Hefði séð æfinguna hérna áðan. Bara topp 10 voru í 1.34 eitthvað smá, þannig að þessi keppni áttur að vera þétt. Hún áttur að vera þétt, skal ég segja ykkur. Nú þegar eru topp 5 komnir 1.34. Þannig að það er mjög þétt seti hérna. Herðu, þá skulum við fá þetta hérna view upp. Offasa tónlist. Og látum Ærising sjá með dans fyrir okkur, sína okkur eitthvað skemmtilegt. Hörruðu, þetta einhver að baka. Mjög ánægð með þetta, bara á flegi ferði í bakkinu þessi. Þetta gott, hér sjáum við Þórhall Jóns, hann nú að klára sinni hérna fyrsta mögulega löglega ring. Hann búinn að fara 3 ringi. Nei, ég að bulla. Hann með löglegan ring. Nei, hann ekki með löglegan ring. Það bara nákvæmlega svoleiðis. Hvað gerir hann hérna? Kemur sér hann, vippar hann sér upp listan. Já, heldur betur, komin í 5. seti. Það Gunnar Karl sem svo eini sem ég sá allavega ekki á æfingunni. Hann einn væri nálægt í að komast í 33. Nei, ef það gerist, þá voru það einungis Gunnar Karl sem nær því. Nei, ef það gerist. Svona þetta þegar maður fyrir að horfa á hana. Jæja! Aron Breki situr hann í öðru, Hákon Jökulsson í 3. seti og Patrekur Magnússon situr í 4. seti eins og staðan núna. Náttúrulega allt sem getur gerst, það eru 7 mínútur eftir þessari tímatöku sem nægur tími fyrir allir til að bæta sig. Það einungis Stefán og Sigurgeir núna sem eftir að setja einhvern löglegan ring. Viktor Þórðarsson og Bjarni Jarl eru talsveit á eftir í þvögunni. Saman kannski segja mann Hinrik og Arnar Kristjánsson. Svo þvagan ansi góð þannig að þeir eru eftir að bæta sig, ég er full að trúa því að þeir muni bæta sig og það verði fleiri komin í 34 sekúndar eftir smá. Gunnar Karl kom með eitthvað nýtt livery skilst mér og Team Aðalbón eru með hérna, komið með grænar klessur á bílinn sinni núna. Æja, fullfallegt. Það brasilíski fáninn hérna í tilefni þess að við séum í Brasilíu og Interlagos sem sé einn mínum uppáhaldsbrautum, hann frábær braut. Mjög flott tilefnis, Sigurgeir Lúðvíksson að skella sér upp. Það heyrst ekkert í leik. Þessi útsending nú bara í ruglinu. Enginn að fylgjast með þetta? Enginn að fylgjast með? Það vantaði hljóðið í bílunum, enginn kveikt á YouTube útsendingunni. Það enginn að fylgjast með, ekki að séu margirna, ég bara einn, en það enginn að fylgjast með, það enginn að fylgjast með. Ég var að undirbúa allt annað, rosalega vel. Þetta verið með þetta allt á hreinu. Ég var með þetta allt á hreinu innan rétt á hann, sko. En greinilega ekki. Greinilega ekki. Gunnar Karl. Lipur og léttur hann í gegn. Viktor S. kominn með tímætina á töflu. Mjög flott lifir í þessum drengjum. Hér Hinrik Haraldsson og liðsfélagans Aron Breki. Það reyna að sína ykkur hvað hann væri vel mertur hérna, drengurinn. Koma svo. Það voru einhver að segja hann að stoppa bílinn, hann fara allt á rætt. Arnar Kristjánsson skella sér upp í 9. sæti.
Team Skrans hérna. Merfeikis. Ánægði með þetta placement á þessu aðalbúnu logo þetta. Lukkar vel koma þetta út úr spinnunum hana. Lukkar vel þegar spinnar koma þarna út. Þetta setna sko. Þetta bara setna. Viktor komað út, skulum við kíkja hérna. Fenrir hérna virðist vera að bæta tíman sinn heldur betur samkvæmt þessum lista hér allavega. Búm, Fenrir Ponsi komin upp í 4. sætið, sparkar Aron Breka niður listan. Þetta alltaf á hreinu hjá þér fram á að útsendingu. Já, þú veist. Get ekki sagt það sko. Mjög oft allt í klessu hérna og það virkar ekki neitt. Rétt fyrir útsendinguna. Svo lítur þetta bara út að því að það hefði allt gengið vel. Eða þokkalega vel. En núna held ég væri með allt á hreinu. Ég var hérna bara, það allt on. Það allt í lagi. Bara býtur þessum tíma hérna. Og svo fór þetta bara allt í klessu. Það þetta allt vitlaust í YouTube. Ég bið ykkur innilega afsökunar því sem voru að bíða eftir okkur á YouTube og mistu það frábæru kynningunni minni. Okkur eru bara að horfa á þetta. Fenrir komin að inn í pit. Það Sigurgeir Lúðvíksson sem situr í öðru. Hákon Jökuls í 3. Og núna Sigurgeir að fara að koma yfir lína. Hvar Þórhallur? Þórhallur, þú ert hraðar en þetta. Ég sá þig gera það í tímatökun áðan. Nei, æfingunni fyrir tímatöku. Hvar tíminn hans Þórhall? Hann að fara að koma núna? Skulum fylgjast með honum. Nær hann 1:34.0? Nei, hann á 2 mínútum hérna. Af hverju sagði tímatabla mín að þetta hefði verið frábært? Af hverju er hann að ljúga mér þessi tímatabla hérna? Var hann bara að standa sig vel með average pace? Sjáum hérna. Ég ekki með vera Sigurgeir. Hann næstur yfir línuna. Verðist vera á góðum hring. Spurning hvort hann sé að keyra niður 300 millisekundur rúmar. Nei. Verðist ekki vera. Hann ætla bara að negla sér inn í pit. Þetta Aron Breki að gera svipa. Rosalega skýjað og mikil þokaðni hjá okkur. Aron Breki bara neglir inn í pit líka. Nei, já, þeir ekkert að negla inn í pit. Þeir eru bara að fara upp á línuna, Aron. Þú hefur keyrt þessa braut mörgum sinnum áður. Maður keyrir þetta alltaf. Aron Breki Valgeirsson kominn í 3. sætið. Halló, velkominn. Alveg rétt, maður fer alltaf þessa línu, maður sker þarna grimt til vinstri eins og það sé fullkomlega eðlilegt. Og þá lítur þetta út. Alexander gerir það eins og það ekki gæti þýtt að hann sé að nýta þennan hring sem svona, maður getur safnað meiri endarhraða. Þú veist, ef hringurinn lélegur, þú veist það, og safnar meiri endarhraða ef þú ferð aðeins víðar. Það er hugmyndin. Jæja, Hákon. Hákon í 4. sæti núna með Aron Breka sem var að stinga sér upp. Og hvað gerir Hákon? Hann kemur yfir á 39 sekundum, já, einmitt. Hræðilegur tími hjá Hákon. Ok, þetta var ólöglegur hringur núna. Já, frábært, þetta alltaf breytast og alltaf gerast. Þórhallur Jóns þarf að koma sér í toppsætin hérna. Hann þarf að vera ofarlega svo hann þurfi ekki að berjast í gegnum marga til þess að vera í 1. sæti. Ef hann ætlar að vinna þessa keppni eða þessa deild, þá þarf hann að koma sér þangað sem fyrst.
Fyrir Aron Breki. Hvað gerist? Hækkar hann upp sæti. Tímatökunni lokið allavega. Nú kemur run-off tíminn. Aron Breki stoppar í bíli sem bara hér og fyrir út í kant. Hinrik. Nei, hann fyrir í pit í þessu þar. Þórhallur neglir sér upp í 4. sæti hérna. Sparkar þar með Hákoni niður. Hákoni samt ennþá út á braut og ennþá séns í að koma sér upp. Í liði með honum er Alexander Hauksson sem er hér að fara að koma í línuna bráðum. Kemur enda bara inn í pit, þannig að hann á ekkert að marka hvað gerist þar. Við sjá Hákon sem er að gera Er hann að fara að bæta tíma sinni eitthvað? Nei. Það munaði svona 100 millisekundum að hann myndi bæta sig eitthvað. En Sigurgeir Lúðvíksson sem er í öðru sæti. Var hann bara inn í pit? Ája. Hann kemur bara inn í pit. Það hendur okkur á Bjarna Sigurðsson. Segir einnig, nei, hann sleppir því. Hann nær hann að bæta tíma sinn. Heyrðist hann bara slá af þarna fyrir línuna. Væntanlega vitandi það að hann væri ekki að fara að bæta sig. Þá er það niðurstöður keppninnar, nei, tímatökunnar sem Gunnar Karl Vignisson tók sigurinn í tímatökunni, er í fyrsta sæti hérna með 1.34 slétt, mjög frábær tími. Sigurgeir Lúðvíksson er þar í öðru sæti með 1.34.2, rétt á eftir honum, svo kemur Aron Breki Valgeirsson, Þórhallur Jóns, Hákon Jökulsson, svo Fenrir Ponsi, svo fór þetta af skjánum hjá mér, Emmett, óumbeðið, takk. Patrekur Magnússon, Alexander Hauksson og svo Arnar Kristjánsson, Bjarni Sigurðsson. Það er Stefán Freyr Margrétarsson, Hinrik Haraldsson að það í 12. sæti, Bjarni Sigurðsson og svo Viktor Þórðarsson í 14. sæti. Nú er komið að því að taka smá upphitun, kæra fólk. Nú munið þeir taka smá upphitun sem tekur það bil 5 mínútur. Kæliringur og fara að fá sér að drekka og eitthvað. Við ætlum að gera eitthvað, ég veit ekki alveg hvað að gera maður með hann. Við kannski bara kíkjum á grittið, kíkjum á grittið. Gunnar Karl Vignisson eins og segi, rétt á hann, bara, hann er í fyrsta sæti. Hann er á þessum frábæra nýja livery sem við erum með þetta. Í stíl við Brasilíu, í tilraun Brasilíu. Hvað segir maður? Sigurgeir Lúðvíksson í öðru sæti. Og í þriðja er það Aron Breki Valgeirsson í jarðítunum með Hinrik í liði. Ég ætla að halda lúmst með jarðítunum í dag. Þeir eru, en við skallast ekki, í öðru sæti í liðakeppninni, jarðítunar. Þannig að þú veist, það sem þetta er eiginlega mitt lið, held ég með þeim. Eiginlega, já, þú veist, ég ætla að gera það. Ég ætla að halda með þeim. Ég ætla bara að gera það. Mér er alveg saman hvað ykkur finnst. Þórhallur Jónsson í 4. sæti, Hákon Jökulsson í 5. sæti, Fenrir Ponsi í 7. sæti. Bætingar sem hafa orðið hérna á þessu tímabili. Patrekur Magnússon í 7. sæti, Alexander Hauksson í 8. Þeir menn þó í 1.34 niður í 9. sæti, þar er Arnar Kristjánsson. Topp 9 eru í 1.34, þannig að þétt setið inn á toppnum. Bjarni Sigurðsson í 10. sæti. Í 11. sæti er Stefán Freyr Margrétarsson, Team Rúpes. Svo er það Hinrik Haraldsson, geitin sjálf, í 12. sæti. Bjarni Jarl Sigurðsson
13. sæti og svo Viktor Þórðarsson í 14. sæti. Þá hefst bara, eins og ég segi, 2 mínútur eftir af svona smá uppbytun sem að keppendur taka. Uppbytun, kælingu, hvað sem við viljum kalla og við ætlum bara að keyra smá auglýsingarhlé á meðan, skella í ykkur. Smá svoleiðis. Missa tónlistuna, svona niður með þig. Fáum startlínuna núna upp, kæra fólk. Þetta er að fara að gerast. Þetta er að fara að gerast. Það er Arnar Kristjánsson kominn á línuna. Svo hann bara beint í afturendar á hann reyndar. Hann er kannski leiðilegra. Hann fara hann aftur. Og kíkjum við bara á bílinn hjá Alexander Hauksson. Vel mertur málningaverðum hérna. Það sjálfsögðu. Arnar Kristjánsson kominn aftur á línuna. Þetta aftur komið í klassi hjá mér. P1. Hvað var það? Ára Gunnar Karl líka kominn á línuna. Allir komnir að detta inn. Fenrir Vantar og Stefán Freyr. Siggi Lúðvíksson hérna í öðru, Aron Breki í 3. Þórhallur Jóns í 4. sæti. Við erum lúmst að bíða eftir því að Þórhallur skellir sér upp í 1. Hér er ræsingin að fara í gang. Kæra fólk, það er komið grænt, við erum farin á stað. Gunnar Karlnar, æðislegri ræsingu. Þórhallur ekki svo mikið en Siggeir Lúðvíksson líka með frábæra ræsingu. Þeir virðast komast nokkuð heilir inn í gegn. Já, virðist allt bara jafnvel í toppstandi. Ýmsar breytingar búin að vera. Þórhallur kominn niður með 1 sæti, Hákon kominn upp með 1 sæti. Og hérna sjáum við Patrik gjörsamlega limdan ofan í Þórhall. Og hvað er að gerast hérna fremst? Gunnar Karl að reyna að loka á Siggeir. Passa Siggeir komist ekki fram með sér alveg strax. Patrikur strax komin upp 2 sæti. Og sjáu þið hérna fremst þétt setið ofan í honum Gunnari. Heldur betur, hérna aðeins minni þoka á þessari myndavél. Sjáu þið hérna fremst. Þórhall
Bjarni Sigurgeir og Aron Breki. Aron Breki strax að gera allu eins og hægt og hér sjáum við Hákon í 4. Patrik reyna að koma sér þangað upp. Nokkur rólegir þessi strákar hér. Þetta mjög krúsjál beygja. Maður missir einhvern hrað á leiðinni hérna út, þá viðkomandi farin fram manni sem fyrir aftamann. Maður verður bara að halda hraða hérna í gegn. En þeir verðast allir alltaf að gera það. Gunnar Karl leiðir ennþá hérna. Sjáum Aron Breka sem að soga þessu ofan í Sigurgeir. Þarf hann að reyna að gera eitthvað hér. Stingur sér á innri, en nei, hann bara að sýna sig. En hérna beint fyrir aftan, hvað að gerast þar? Öll nokkuð örugginda. Bjarni Sigurðsson doldi lausan í gegn. En hérna hafa allir komist nokkuð öruglega bara í gegn. Patrikur Magnússon sem komin upp 3 sæti á fyrstu 2 ringjónum. Situr núna í 4. sæti, búinn að sparka niður Hákon. Var að renna sér þar fram úr. Mistum að því. Og við Patrikur með alla pressuna hana. Alla pressuna. Sigurgeir fyrir örlítið út af. Patrikur komin upp í 3. sæti. Þvílíkur akstur á þessum dreng. Nekklarður hérna á fyrstu 2 ringjónum. Fyrstu 3, hann á 3. ring, allt í lagi. Patrikur afskaplega örugur þegar komið þeir í kappaksturinn. Gekk ekki alveg vel í tímatökunni. En það getur ýmislegt gerst svo sem þar sem að veldi því að maður bara næri ekki besta ringnum sínum. En hann kann að gera kappaksturinn, það alveg örugt. Strax var hann að setja pressu á Sigurgeir og Gunnar Karl á sama tíma var búinn að mynda gríðalegt forskot, stungi á og farinn. Verið sælir og blessaður. Hún 1,7 sekúndur undan og núna henni lítið annað sem Sigurgeir getur gert nema bara berjast við Patrik. Eða hvað? Aron Breki kemur hérna á flegiferð á ystu línuna. Nei, svo sem ekkert að gera úr því. Patrikur, sjáum við grimdina hérna strax á fyrstu ringunum. Sjáum við Aron Breka. Aron Breki kemur hérna frá einhverjum, nei og hann var út af. Kemur inn aftur, já, Aron Breki heldur betur búinn að falla niður. Komið niður 5 sæti og á sama tíma Fenrir að tróða sér hérna fram úr. Lyftum þessari myndal bara upp. Gerum það bara. Látum eins og við séum með selfie stick á þessu. Jó, snerting. Hákon og Patrikur snertast hann eitthvað örlítið. Virðist ekki nóg samt til þess að ég fá einu sinni en incident, jú. Hákon og Fenrir hérna í hörkubaráttu. Fenrir hefur þægilegri línu inn í gegn. Og hérna Aron Breki beint fyrir aftan. Bara ég ætla að koma strax aftur upp í 3. takk. Ég ætla að hafa núna. Fenrir, Hákon og Aron Breki hérna í beinni línu og Stefán Margrétarsson beint þarna fyrir aftan. Ó guð, Stefán tekur bremsið seinna, kemst inn fyrir, já, virkilega vel gert hjá Stefáni, komin fram úr. Stefán komin upp 5 sæti núna, situr í 7. sæti. Hann með Aron Breka á hælunum á sér. Það allir á hælunum á öllum samt einhvern veginn. Hérna Aron Breki að ná að snikka sér fram úr og dregur hann Fenrir með sér. Nei, hann kemst ekki fram úr. Stefán hangir á innri. Gerir enga greiða fyrir Aron Breka og Aron Breki þarf að hafa allt sem hann hefur fyrir þessu.
Þórhallur Jón sem að þarf í raun og vera að sigra þessa keppni til þess að komast í fyrsta sæti í stigakeppninni. Í þriðja sæti í augnablikkinu komin upp eitt sæti. Hann Patrik Magnússon á hælunum á sér og nú Aron Breki að stinga sér upp sætið. Nær loksins að læsa þetta inni. Gunnar Karl setur hraðasta hringinn, svo kemur Þórhallur og snafsar því af honum. Á sama tíma stingur Þórhallur sér upp í fyrsta sætið. Ég verð bara að spóla tilbaka. Ég verð bara að sjá það gerast. Jepp, þetta var ekki flókið fyrir hann. Sigurgeir alltaf svo sem ekki að láta þetta skemma neitt fyrir sig og hérna eitthvað að gerast. Það er Bjarni Sigurðsson sem að gera eitthvað, það eitthvað að gerast. Ég veit ekki hver snýri eða hvað gerðist, en eitthvað gerðist. Bjarni Sigurðsson kominn í 14. sæti og situr hún að það kjötbóluflagg og honum það kjötbóluflagga og Arnar Kristjánsson og Aron Breki er liðið kjötbóluflagg. Nú veit, hvað er þetta? Já, halló? Þetta er hrikalegt. Hrikalegt sem gerist hér. Aron Breki er þarna út af, kemur inn og aftur. Alexander fyrir utan á hann, krækist örlítið í hann. Elsku Alexander. Og eftir sitja menn með kjötbóluflagg og tómu rugli Fenrir og það er eitthvað að gerast stanslaust allstaðar. Haugur af bílum komnir inn í pit. Gult flagg komið út. Er ekki gult flagg? Er ég ekki að horfa á gulan? Er það bara Allan er allt komið í klessu. Ég er að reyna að finna út í hvað að gerast. Arnar Kristjánsson og Bjarni Sigurðsson eru í pittinum, eru að drösla sér út. Aron Breki er komin út, búinn að taka fast repair. Þeir eru bara að stoppa í 6-7 sekundur í pittinum. Það er Alexander. Situr enn og aftur með sárt ennið hérna. Já, þetta sjáum við gula flaggið. Því er veifað og þá væntanlega er að koma út öryggisbíl núna sem að Gunnar Karl er að fara að ná eftir smástund. Og þá fyrir þetta allt saman að jafna sig og ég fer að skilja hvað er í gangi. Við erum komin á ring nummer 7 af 42 ringum. Þetta er snemmt fyrir öryggisbíl en hér er augljós kaos, svo ég held að það sé bara rétt hjá dómnefnd að setja út öryggisbíl. Sjáum við Gunnar Karl verið búinn að koma sér í öryggisbílinn. Skulum við frá fáum að vera inn í bíl hjá Arni Breka og sjáum hvað gerist hjá honum, hvað verður til. Hann verðist bara að læsa dekkjum. Ja, ekki einu sinni svo, bara nær ekki beigjunni, kemur út og rétt hérna nær Alexander að krækja sér í hann. Aron Breki er að reyna að hafa bil inn fyrir vinstra megin við sig og það er nóg pláss hægra megin við hann. Alexander hefði getað víkkað línuna örlítið svo þetta myndi ekki gerast. Svo sjáum við að Bjarni Sigurðsson fær á baukinn þetta líka og sama með Arnar Kristjánsson.
Og öryggisbíllinn hugsa með sér, ég held að sé komin tíma á mig. Ég er Arnór Kristjánsson komin út úr pittinum. Patrikur búinn að ná og situr núna í öðru sæti með því sæl og blessu Þórhallur Jóns, þá sem að þurfti að vinna þessa keppni til þess að geta tekið fyrsta sætið í mótaröðinni sjálfri. Getur augnablikinu í 9. sæti. Gunnar Karl, Patrikur, Hákon Jökulsson hér í öðru sæti. Heyrðu, það allir að... Æ. Þórhallur hoppar upp í annað sætið. Þórhallur hoppar upp í fyrsta sætið. Búinn að taka sleppir pittinu sínum. Það Gunnar Karl og Patrikur sem báðir skellir sér inn í pitt. Þetta breytir talsvert dýnamíkinni sem í gangi. Þórhallur fór ekki í pitt. Við sjá pit infoð okkar, kæra fólk, því að allir keppendur þurfa að fara einu sinni í pit, fylla á bensíni sitt. Þórhallur Jóns núna í fyrsta sæti er búinn að fara í pit einu sinni. Var að brotna eitthvað af einhverjum hana? Nei, það var einhver að missa aftur spoilerinn sinn. Það Hinrik! Afsakið. Já! Hinrik, sjáu þið dekkið á... Hvað gerðist það? Dekkið á Bjarn... Ég var að fylgja fyrirmælum Lexus Steypi Hunter 91 car og ég var fremstur, þannig að maður þurfti bara að hleypa hann fram úr og bíða. Ef þú ferð fram yfir bláu keilu og meðan hann að segja að halda yfir aftan, það var penalty ef þú ferð fram yfir henni. Bjarni Sigurðsson og Hinrik komnir með kjötbolluflagg. Þeir koma út úr pittinum. Gunnar Karl dundrar niður, hægir á sér til þess að fara ekki fram úr röðinni. Og það verður úr kaos. Gunnar Karl kemur inn á fleyferð með alla þvöguna á eftir sér. Og skulum sjá þegar Bjarni Jarl kemur út fleyferð líka, gerir sér enga grein fyrir því að þannig að allir að hægja á sér. Hann er aftastur á öllum. Þetta getur gerst undir öryggisbíls, allt í henni bara er öllum fyrir einn stopp. Og Bjarni Jarl og Hinrik hljóta slæmt af þessu, maður. Umlegt fyrir þá að vera búin að rústa bílunum sínum. En núna eru allir búin að taka pitstop. Það er allir búin að stoppa eitthvað. Nú sjáum við Bjarni Jarl og Hinrik eru að koma sér inn í pit. Og Þórhallur Jóns er núna fremsti bíl. Sko ég held að í reglunum sé allt í lagi. Byrjum, okkur er Hinrik að fljúa upp sæti hérna. Já, Hinrik er að koma aftur út úr pittinum að sjálfsögðu.
ekki fara fram við Keili hvað það er. Þú veist, býttu eftir leiknum. Ég er ekki svo viss að þess þurfi, sko. Ég er bara ekki svo viss að þess þurfi. Leikurinn mun alltaf raða þeim upp þar sem eru að eiga að vera. Held ég. En fyrir vikið hefði öryggisbíllinn vissulega verið hans lengur úti. Ég held að maður myndi ekki fá stóra refsingu. Ég held að bara, ég er svo sem hef ekkert fyrir mér í því nema bara ég hef aldrei fengið þessa refsingu sjálfur. En ég er svo sem alltaf bak við mækinn bara að tala. Þannig að ég veit ekki hvað ég er að segja. Ég hef ekki hugmynd hvernig staðan er á þessu. En ég held allavega að reglunum samkvæmt hafið bara fullt leyfi. Þórhallur Jóns þarf ekki að taka pitstoppið sitt út af neinum sérstökum ástæðum. Það að hann sé búinn að lenda í árekstri, það kom út öryggisbíll og að Gunnar og Patrekur fara inn í pitt á eftir. Ég held bara að þetta sé legitimately þannig að Þórhallur Jóns sé í fyrst sæti núna og Sigurgeir Lúðvíksson er í öðru og Aron Breki situr í þriðja, Alexandri er í fjórða sæti og svo er Gunnar Karl og Patrekur Magnússon. Nei, Þórhallur lenti í einhverjum kaos á hann, ekki? Ó, guð, nú þarf ég að fara að finna Þórhallur pittet. Þórhallur Þórhallur fór í pittina, ekki, út af krassjaðan, var ekki þessana sem hann er eitthvað incident frá Þórhalli. Það er enda bara 1x. Erum við byrjað að reysa aftur það? Við erum byrjað að reysa aftur, það komið grænt, kæra fólk. Öryggisbíllinn farin út, ég har næstum búin að missa þessu. Sigurgeir situr inn í öðru sæti og hvað gerst þarna neðar listan? Gunnar Karl strax komin upp í fjórða sæti. Alexander Hauksson komin niður í sjötta. Virðist verið einhverju smá vandræði með það því hann er með Hákon Jökulsson og flegi farið eftir sér og Stefán. Alexander hangir á ytri, Hákon fær innri og Alexander virðist gefa lítið eftir, ég veit ekki hvað. Þórhallur í fyrsta, en þá Sigurgeir á höttunum eftir honum. Þórhallur fyrir lengst út og Sigurgeir stingur sér inn fyrir, nýtir sér þetta tækifæri. Þórhallur gerir risastór mistök og Aron Breki kominn ofan í hann núna. Patrekur í fimmta, Gunnar Karl í fjórða. Aron Breki er að æpa á Þórhallina sem var að gera mistök. Þórhallur þarf fyrsta sætið ef hann ætlar að sigra þessa deild. Aron Breki komið með Gunnar Karl hérna beint fyrir aftan sig. Ó.
Hákon Jökulsson hérna í æpandi sókn og Patrik stingur sér þetta aðeins innri og Patrikur, örugur, tekur bara línuna sína. Hér Fenrir í sókn á Stefán Freyr. Nálagt, en hann er ekki svo nálagt. Stefán þurfa að vera ekki sérstaklega hrættur. Jú, hann nálgast hann ansi mikið núna. Og þetta er einmitt staðurinn til þess að ná framúrækstinum. Fenrir hengir sig utan á ytri og missir þar með smá hraða þar. En það var lítið annað að gera nema að hanga beint fyrir aftan hann og slá aðeins af eða hengja sig þetta utan og vona það dugi. Hákon Jökulsson á sama tíma við erum að fylgjast með þessu og skellir sér upp í 5. sæti. Það bullandi baráttu hérna milli þessara tveggja. Og hvað gerist hér? Stefán Freyr kemur undan inn í beyguna og út úr henni. Hákon ennþá fyrir aftan Patrik. Sjáið þess að drengi hérna. Fyrirverandi liðsfélagarnir úr formúludeildinni sitja þeir hún í formúlu 4-deildinni í sikkurri liðinu og þeir berjast grimmt. Og sama tíma Alex Steinn Hauksson að reyna að stinga sér þetta með. Sýndu mér smá lukku. Sýndu mér smá lukku. Þetta er hættulegur stað til þess að fara tveir saman. En Fenrir grjótharður heldur sér þetta innri og nær að koma sér fram úr. En Aron Breki í 3. sæti réttu eftir Þórhalli. Þórhallur réttu eftir Sigurgeir Lúðvíksson. 30 hringir eftir. Mér erum ekki enda búin að finna út í hvernig Þórhallur hitta. Mér minnir það endilega, hann lendi í einhverju Húlagalas, þú veist þetta, þú ert að fylgjast með Þórhalli. Hvað gerðist? Það var eitthvað issue á hann. Hann fór í pit. Er það ekki? Þetta var eitthvað eins svoleiðis. Svo mikið að hugsa hjá mér, ég gleymi öll hvort sem er sko, er ekki það en. Herru, hér er barátta. Þetta er ekki það sem ég ætlaði að gera. Hákon ætlaði ég að kíkja á. Það er að koma sér hérna fram úr Patrik. Stefán Freyr líka hörku barátt með Alexander hérna fyrir framan sig. Svakalega mikil þoka hérna á brautinni. Þeir eru að safna innsetendum. Sjáu þið, Alexander Hauksson stingur sér þetta fram úr. Virkilega ekki að Fenrir er að berjast fyrir lífinu sínu þarna. Stefán Freyr reynir allt til þess að tróða sér fram úr. Fenrir frekar eins og hægt er og fyrir aftan er Arnar Kristjánsson. Þórhallur að setja hraðasta hring, það eru 2 aukastig þar. Gunnar Karl í 4. sæti og Þórhallur í öðru. Ég held að það myndi ekki duga Þórhalli til. Ég er nokkuð vissum að Gunnar þurfa að vera í 5. sæti ef að Þórhallur ætlar að vera í öðru. Og eins og staðan er núna er Gunnar Karl í 4. sæti. Patrikur Magnússon þannig að beint fyrir aftan og hann áttur að verja lífið fyrir Gunnar svo enginn komist þetta nálagt. Hákon Jökulsson þarf að komast fram úr Patriki til þess að geta fara að stríða Gunnari Karl og reyna að koma Gunnari Karl niður sætið. Það væri þá bara gert nánast fyrir Þórhall. Herru, við getum gert eitt núna meðan það er ekkert brjálaðislega spennu. Jú, býttu. Þeir eru alltaf mjög nálægt hver öðrum. Við skulum sjá stíginn í smá stund.
Þórhallur Jóns myndi sigra mótið ef að staðan færi svona 35 stig og 35 stig. Það væri þá vegna þess að Þórhallur er búinn að sigra 2 fleiri keppnir. Þeir eru jafnir á stigum. Þórhallur væri þá sigurvegarinn í mótinu. Þannig að ef að Gunnar Karl kemur sér ekki upp sæti eða hrifsar til sín besta ring, þá er hann í vandræðum. Þórhallur Jóns er í hörku baráttu við Aron. Aron var hann á að stinga sér upp á hliðina á honum, kemst hann ekki fram úr. Skulum sjá endursýning af þessu. Aron bara ekki nær að koma sér samhliða honum. Þórhallur heldur sér á innri línunni. Dekkar hann fullkomlega vel. Gefur ekkert eftir þar. Þetta skulle skipta yfir á Hákon Jökulsson. Ég hélt að maður að fara fram úr. Já, Fenrir í brjálari baráttu. Alexander og Arnar ofan í sér. Þessir 3 bara algjörlega í þvögunni. Það er bara spurning hver þeirra verður í 7. sæti. Kíkjum við yfir Aron Breka. Aron Breka sem er í æpandi sókn á Þórhall. Komin ansi nálagt. Virðist vera líklegur til þess að fara fram úr. Hangir hérna í lausaloftinu. Fyrst stingur sér út úr lausaloftinu og inn aftur. Slæðir hérna af. Hann ætlar ekki að reyna hér. Sigurgeir kom með þessa 2 konga hérna beint fyrir aftan sig. Besti hringurinn Gunnars Karls er og síðasti hringurinn hans er nú talsvert hægari heldur en þessi drengir nema ekki á Sigurgeir. Sigurgeir tapaði talsverðu. Hákon hann er að reyna svo mikið að komast fram úr. Hérna gæti það gerst. Patrekur fyrir aðeins og vítt og bara missir Hákon fram úr sér. Patrekur fyrir og potar í bossana á honum. Hákon Jökulsson komin upp í 5. sæti og án hann að möguleika á að fara í sóknin á Gunnar Karl. Hann 1,5 sekúnda sem hefur myndast en hann þarf líka að hrista af sér Patrek. Ef að staðan færi nú svona, þá hvað? Þá verður Hákon í 4. sæti, 5. sæti í deildinni. Sigurgeir Lúðvíksson tæki 4. sætið. Og Þórhallur myndi taka 1. í deildinni, kæra fólk. Gunnar Karl er 1,5 sekúndu á eftir Aron Breka. Og ég breyti þessu hérna yfir í last lap fyrir ykkur og getið séð þetta síðustu ringina hjá þeim. Gunnar Karl er örlítið hægari en strákarnir sem eru fremst. En hérna er eins og það er Hákon með Patrek algjörlega ofan í sér. Baráttan 1. sæti í fullum gangi. Þórhallur Jóns er að stinga sér hér upp í 1. sætið fram hjá Sigurgeir. Komin upp í 1. sætið ennþá nær því að tryggja sér 1. sætið. En hvað gerir Sigurgeir? Hann hangir á innri línunni og stingur sér aftur fram úr. Þvílíkur kappastur hérna. Sigurgeir lokar vel innri, rennur svolítið vel, lausa aftan og Aron Breki horfir bara á og fylgist með hvað gerist næst. Og Gunnar Karl á sama tíma algjörlega komin ofan í þessa drengi og reynir að vera komin í baráttuna og Aron Breki reynir að stinga sér innri. Þórhallur er að verjast honum á sama tíma og reynir að komast fram úr Sigurgeir Lúðvíksson. Það er stanslaust barátta allstaðar í brautinni, kæra fólk. Er að fara yfir hérna. Patrekur Magnússon og Hákon Jökulsson rétt á eftir, þeir nálgast. Ég segi nálgast, þeir eru samt 2 sekúndum eftir Gunnar Karl. En það er Gunnar Karl sem er búinn að nálgast
gríðarlega mikið og á núna feitasta sjensin í að koma sér upp sæti. Aron Breki situr rólegur hér. Ég ætla að reyna að vera rólegur líka. Reyna það. Jössus. Arnar, bara svo veist af því, þú ert hring og eftir. Já, Arnar í hörkubaráttu með þeim, hann er að reyna að afríka sig líka. Þetta var ekki svolítið mikið, sko. Hinrik, hérna stutt á eftir. Stefán Freyr í 11. sæti. Hann og Aron Breki þurfa að ná góðum stigum til þess að halda öðru sætinu í deildinni, liða keppninni þar að segja. Það er mitt lið, jarðýturnar. Ykkur slagur sem er búinn að vera hérna. Gunnar Karl að nálgast strengina. Hákon Jökulsson hérna rétt fyrir aftan. Þetta eru 2 sekúndur samt og meðan hann með Patrik að hamast í sér þá er erfitt að nálgast Gunnar. Hann þarf að ná að hrista Patrik frá sér og svo byrja að soga sig upp á hann Gunnar ef hann nær því. Það er nóg eftir af þessari keppni. 24 hringir eftir. Hvað við snöggur að reikna þetta? Þetta hátt ég. Virkaði þarna. Það virkaði þarna sko. Þórhallur í öðru seti. Mér langar bara að sjá replay frá þessum svakalega kappastir sem var að náðan. Rúi. Patrikur að gera eitthvað að stæla hérna. Komin alveg ofan í splitterinn. Diffuserinn. Það er bara að rugglast á þessu í mörg ár sko. Diffuserinn á... Hákon fyrir víkt. Sama og gerðist áðan með Patrik. Nema Patrikur næri ekkert að nýta sér að neitt. Örlítið hraðar hérna á þessum kafla en Hákon heldur sér á innri og það er í rauninni ekkert sem maður getur gert í þessari genið þessa beigur hérna 2 nema bara að halda sér inn í línu. Alexander Hauksson að fá á sig svarta flaggið. Alexander Hauksson fær á sig svarta flaggið. Hvers vegna? Bittu nú við hvað skeður. Fenrir missir aftanendan og Alexander lendir á honum og er farinn í vegginn og kominn í klessu og fær á sig svart flagg fyrir að vera kominn með 15 incident punkta. Þvílík endalaus óheppni hjá honum Alexander Hauksson. Alveg magnað. Gjörsamlega magnað. Patrikur hérna að soga sig ofan í Hákon. Ég er að gera honum lífi leitt. Komnar 3 sekundur í Gunnar Karl. Þórhallur Jóns er ennþá í fyrsta og ef við sjáum stíginn þá myndi Þórhallur sigra mótið eins og staðan er núna. Fenrir með kjötblóðflaggið komin inn í pit. Henrik Haraldsson komið sér upp í 7. sæti. Þetta var einhver taki. Stefán Freyr ætlar ekki að gefa hann þetta eftir og hann er með innri línuna. Henrik hangir gjörsamlega á ytri. Fyrir örlítið út af. Stefán með mikið betri línu hérna. En núna er Henrik með betri línuna. Gefur Stefán hann pláss? Nó, já, hann gerir það. Kurteisinn í hámarki hér. Og Henrik nær ekki fram úr hér. Skell okkur inn í bíl hjá Aron Breki sem er á frábæri ferð hérna. Nálgast Þórhall.
Þórhallur lokar innri línunni sem mikið betri lína hérna í gegn. En fyrir vikið Aron á hraðari línu hérna út. Hittum við Fenrir. Já, nei, cleared, black flag, ok. Af hverju nafnið á Alexander horfið? Hvað er það? Hvað byrlið það? Ó! Patrikur kissir hérna afturhendan á Hákoni. Og nær stinga sér fram úr. Já, og nær að halda því. Patrikur kominn fram úr Hákoni. Þórhallur Jóns í öðru sæti og eftir Sigurgeir Lúðvíksson með Aron Breka beint fyrir aftan sig, alveg eins og staðan var áðan. Þeir eru komnir 3 sekúndum eftir Gunnari Karl, Patrikur og Hákon, en það er þvílík barátta sem búin að vera í gangi þar. Og meðan að topparnir eru Doldi búin að reyna að halda sér góðum, en það er líka Gunnar Karl komin þetta inn í þvögun á þeim og á allan þann séns og komið sér núna upp sæti. Aron Breki bráðum þarf að fara í fulla vörn. Skil ekki af hverju nöfnin eru horfin á listanum á hliðina og ég bara næði ekki og ég veit ekkert hvað ég geri. Það er bara nákvæmlega svo leiðis. Come on! Af hverju vantar þessi nöfn? Þarna er hann, já. Mikið stendist þarna. Til að... Stefán og Alexander, nöfnin ykkar eru bara horfin. Já. Logoð hjá Fenrir. Kannski var aldrei þarna. Hvor veit. Það er stutt á milli allra hérna, út alla braut. Hérna er 200 millisekundur sem aðskilja Aron Breka og Þórhall. Það er undir 200 millisekundum sem aðskilja Hákon og Patrik og Hákon að reyna hérna. Þeir koma inn í síðustu beygju. Þeir að svara mjög svipum hraða hérna út en Hákon er fyrir aftan Patrik og getur nýtt sér slipstreamið kjölsogið. Þetta heitir á góður íslensku. Já, Alexander er einn óhefnasti gaur sem við þekkjum. Það er svoleiðis sem hérna sjáum við kjölsogið virka. Hákon slær af. Ég hefði haldið að hann myndi láta vaða og tróða sér þetta innan á til þess að ýta Patrik út. Nei. Alexander skellir sér inn í pit til þess að leysa burt þetta svarta flagg sem hann er komin með á sig. Og hérna er Hákon með frábært run á Patrik. Og kemur sér fram úr. Patrik bremsar aðeins fyrr. Og Hákon komin upp sæti. Patrikur byrjar að rispa diffuserinn hjá honum. Hann láta hann vita hann sé ekki ánægður með þetta. Patrik er algjörlega klístraður ofan í hann hérna. Og býtum við, eru Þórhallur að reyna eitthvað? Þeir koma inn á beinakaflan. Og Þórhallur sýnir sig. Það dugar ekki. Það er að reyna aðra línu en Sigurgeir nær örlítið meiri hraða hérna út.
Aron Breki hins vegar nær að húka sér í kjölsóið og er líka á frábæri ferði þetta út. Nú er Þórhallur með ytri línuna. Sigurgeir grimmur, lokar vel á hann, passar sig að ekkert gerist, en nú er Þórhallur í hættu. Aron Breki er kominn og Gunnar Karl horfir bara á og býður eftir sínu tækifæri til að koma sér fram úr. Þeir eru alveg ofan í gröðrum allir. Þetta gæti ekki verið þetta. Allir þessir 4 gæjar gæti endað í fyrsta sæti. En það er Þórhallur sem þarf mest á því að halda, eða Gunnar Karl sem þarf mest á því að halda að koma sér upp sæti. Gunnar Karl verður að koma sér allan upp 1 sæti til þess að halda sér í fyrsta sæti gegnum mótið og ná sigra titilinn. Hrifsa til sín titilinn. Nú er Aron Breki farin að keyra smá varnarakstur sem gefur Þórhalli smá andrými. Og hérna, Þórhallur með talsvert betri línu út og meiri hraða og við förum inn á beinakaflan. Sigurgeir er ytri líka í þokkabót, þannig að hann er með talsvert minni verri línu til þess að fara þetta í gegn. Sigurgeir gefur Þórhalli allt plássið í heiminum á innri línunni og Þórhallur tæknilega séð kominn fram úr og hérna er hann bara kominn fram úr. Hann er með innri línuna. Sigurgeir getur lítið annað gert þetta nema bara hleypa honum. Sigurgeir í öðru. Þórhallur Jóns komin upp 3 sæti í þessari keppni. Situr núna í fyrsta sæti. Gunnar Karl Vignisson er að fara að tapa ef hann kemur sér ekki upp sæti með þess sammet. Þórhallur missir sæti í smástund. Sigurgeir setur brjálaða pressu og Aron Breki kemur þetta á fleygiferð. Enn og aftur erum við á sama stað í sömu stöðunni. Gunnar Karl býður bara eftir að geta nýtt sér tækifærið. Þórhallur er með Sigurgeir og innri. Sigurgeir nær að stinga sér og nær að búa til pláss og er kominn fram úr aftur. Eða hvað? Þórhallur grjótharður sleppur hann ekki frá sér og heldur sínu sæti og Aron Breki situr bara fastur fyrir aftan. Sama má segja Gunnar Karl. Þvílíkur kappastur hérna á Interlagos í Brasilíu í boði Aðalbón málningavörur og bílamarkaðsins, kæra fólk. Sigurgeir enn í fyrsta sæti eftir gríðalappa. Þórhallur fyrir örlítið vítt og núna er Aron Breki með betri línu á hann. Og við hendum okkur inn í bíl hjá Arni Breka og sjáum hvernig hann rétt slítur sig við hliðina á honum. En hann er ekki með nægan hraða. Hengdu þið aftan í Sigurgeir. Já, þetta gerist það en það dugar ekki. Þórhallur bremstar bara seinna. Sigurgeir fyrir vítt. Sigurgeir fyrir vítt. Missir bílinn út og er kominn niður sætin. Þórhallur situr hún í fyrsta sæti með Aron Breka í öðru og Gunnar Karl situr í 3. sæti. Staðan hefur heldur betur breyst, kæra fólk. Heldur betur. Og ef að staðan fer svona, ef þetta fer svona, þá eru stigin svona. Þórhallur Jóns væri í fyrsta sæti og Gunnar væri í öðru. Þannig að Gunnar þarf ennþá að koma sér upp sæti. Þetta er svaðaleg barátta að sitja í fyrsta sæti í lok þessa móts. Gunnar Karl og Þórhallur í svaðalegustu baráttu við aðra bílstjóra en samt á milli hvers annars. Ekkert einasta mót hjá okkur hefur endað svona spennandi. Ég er að tapa mér. Ég er allar að löðrandi svitna það sko. Þetta er vond lykt í allri íbúðinu minni sko. Þórhallur fremstur núna með Gunnar Karl í 3. sæti að reyna að koma sér fram úr Aron Breka. Og ef ég þekki Aron Breka rétt þá er hann ekki að fara að gefa neitt eftir. Ekki neitt. En það gæti... Það þarf ekki að vera það gerir neina greiða fyrir hann. Sjáu þið ferðin á þessum drengjum. Gunnar Karl stingur sér innri. Eða hvað? Jú, hann gerir það, hann heldur sér innri. Þórhallur er innri næri þessu og Gunnar Karl er komin í annað sætið. Með Aron Breka beintur aftan sig. Gunnar Karl er búinn að koma sér upp í fyrsta sætið í mótinu og hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að koma sér í fyrsta sætið í þessari keppi líka?
Gunnar missir bílinn. Nei, Gunnar missir bílinn. Það eru 27 hringir liðnir. Gunnar Karl kom niður í 7. sætið eftir að hafa setið í smástund sem sigurvegari í Formúlu 4 mótaröðinni og er núna komið niður í 7. sætið. Shí! Þvílíkt. Ég trúi ekki að það við skeð. Gunnar Karl getur gert mistök. Það er svoleiðis, ég held að það var ekki hægt. Þórhallur Jóns situr núna í 1. sæti og eins og staðan er mun hann sigra Formúlu 4-deildina 2025. Stíðin standa svona ef að þetta klárast eins og það er. Þórhallur 18, nei, ég verður ekki að fara að reikna þetta út. Jó, 11 stigum frá Þórhalli. Hér er Sigurgeir að stinga sér upp í annað sætið og Aron Breki getur ekkert gert í því. Eða hvað? Var Aron? Nei, já. Nei, þetta er búið að vera svona. Þú með? Gunnar Karl. Hann er komin inn í pit. Gunnar Karl komin inn í pit. Ég var alltaf trúið því sem ég sé. Taktu bara innri, Bjarni. Gunnar Karl nær að koma sér nánast fram úr og missir hérna bílinn og snýst. Missir fram úr sér liðsfélaga sinn Hákon Jökulsson og er núna bara að koma sér út úr pittinum. Situr í 7. sætinu á splunkunýjum dekkjum. Svo það er allt sem getur gerst en hann er 12 sekúndum eftir Patrik Magnússon liðsfélaga sínum. Þórhallur Jóns með ótrúlega baráttu og situr í 1. sætinu í mótaröðinni 2025. Vá. Ég er á bömmir fyrir Gunnar. Það er bara ekki að reyna að koma sér fram úr. Viljum við kíkja á önnur stig sem að máli skipta. Gunnar Karl situr allan í öðru sæti og er öruggur að sitja í öðru sæti í deildinni. Það er Aron Breki sem er situr í 3. sætinu og Sigurgeir Lúðvíksson er að hoppa upp í 4. sætið. Hákon fellur þó niður í 5. og Patrik myndi hoppa upp í 7. og meðan Arnar myndi falla niður í 7. sætið. Stefán Freyr myndi halda áfram að sitja í 8. sæti. Fenrir Ponsi væri komin upp í 1. sæti, komin í 9. sætið. Og Hinrik Haraldsson væri komin í topp 10 listan upp 2 sæti. Taka djúpt andan, ég geta ekki, það er ekki hægt, það er alltaf eitthvað að gerast. Ég hef búin að vera að reyna að anda allan tíman, þetta bara tekst ekki. Þvílík, já, einmitt, Dóri, þvílík veisla, sko. Þetta er bara búið að vera partí hérna, kæra fólk. Algjört partí. Eina sem er skrítið er að þessi listi hérna horfir hérna á hliðinni. Ég veit ekki af hverju það er en ég ætla að prófa þetta. Prófum að restarta þessu overlay forritið, sjáum hvernig það virkir. Þakka fyrir.
Þórhallur fremstur, fyrsta setinu, Sigurgeir Lúðvíksson hérna beint fyrir aftan hann og Aron Breki. Start á þetta og þessi hérna blár. Þetta í interval og þetta í last lap. Áum upp live position. Já, þetta eru nöfnin á þeim komin aftur inn. Þetta er svona viljum við hafa þetta. Svona viljum við hafa þetta. Áum upp hérna líka trackmappið. Skellum því upp fyrir ykkur. Og kamerun takana mína. Hérna, árið allt sem hann komið eins og þetta var. Ó! Sigurgeir þarna! Takk eitthvað move. Ég leit bara á skáin og sá eitthvað svaðalegt. Hér er barátta. Skulum kíkja á þessa baráttu milli drengjana hérna. Ef ég er að fara að missa á Aron Breka. Ég er tilbúinn til að fylgjast með því. Aron Breki er einhvers staðar í sókn. Hann er í sókn. Hann er í sókn. Nei. Hann náði ekki að læsa þig. Sjáum við endur sýningu hérna. Ég ætla að sjá þetta. Hinrik nær að sníkla sér hérna fram úr Stefáni, sína sig örlítið. Þetta er samúð sáum áðan gerast en það endaði ekki með framúrakstri. Hér er Hinrik að reyna aftur. Hinrik komin ofan í Stefán. Stefán lokar innri. Hinrik bremsar örlítið setna. Takk. Hinrik reynir að hengja sér á ytri. Ætlar að reyna þetta enn einu sinni. Svæpaði nú inn. Nei, Stefán passar vel upp á það. Hann komist ekki, sé ekkert pláss fyrir hann. Hann lokar öllum framhjóliðum leið og hann sér að einhver ætlar að reyna að stinga sér. Og hérna er Sigurgeir hins vegar að koma sér fram úr Þórhalli. Eða hvað? Nei, Þórhallur berst. Þórhallur berst alveg eins og hægt er. En það dugar ekki til. Sigurgeir Lúðvíksson skellir sér upp í fyrsta sætið. Og sjáu þið hvað Aron Breki er að gera þetta. Það nýtti sér tíman, hendi sér bara með. Þórhallur í einni eða tveimur beygjum komið niður í þriðja sætið. Og það er Sigurgeir Lúðvíksson núna sem er í fyrsta og Aron Breki sem situr í öðru. Eða hvað? Er það Aron Breki sem er að koma sér upp í fyrsta sætið? Er það að fara að gerast núna á einum hring? Nei, ekki svo gott. En sjáu þið hvað getur gert bara á einum hring. Einni beygju jafnvel. Þórhallur komið niður í þriðja sætið. Hvað þýðir það fyrir stigatöflun okkar? Hvað þýðir það fyrir stigatöflun okkar? Með það. Þórhallur myndi ennþá sigra með einu stigi. Hvað er ég að fá sinadrátt? Hvað er ég að fá sinadrátt? Akkur er ég að fá sinadrátt? Ég er ekkert að keyra. Ég er ekki að gera neitt. Ok. Það er svo mikið spenna hjá kallinum. Aron Breki gaf stefnuljós og kom sér fram úr. Það er rosalegasta keppni sem ég hef nokkuð tímann séð hérna hjá okkur í formúlu deild nokkuð tímann eitthvað. Sjáu þið, Aron Breki, hvað gerir hann? Hann er kominn fram úr samkvæmt þessu, liggur hérna við hliðina eða hvað? Nei, Sigurgeir bremsar bara aðeins setna, hálfu metr setna og það er nóg. Þórhallur beint fyrir aftan, það eru 9 hringir eftir. Fá með Magnesium í banana segir já, heldur að það sé bara að standa þérna við hliðina, menn ég get ekki hlaupið núna og ná mér í Magnesium í banana. Það er engin tími þess. Takk fyrir gott tips samt.
Þetta er náttúrulega ekki hægt. Akkur ég að fá sinadrátt. Allir rólegir eða. Herðu, Aron Breki. Gefðu nú stefnljós. Hörðu fram með Sigurgeir. Gunnar Karl sem fór inn í pitt á hann var 12 sekúndum á eftir Patrik. Er núna 10 sekúndum á eftir Patrik. Einungis. Bittu, ég er að missa einhverju. Aron Breki var næstu farin fram úr. Hann fór fram úr í smá stund en Sigurgeir náði að bremsa hann setna og halda þessu fyrir sig. Og hérna reynir Aron Breki enn og aftur. Samhliða. En með verri línunar inn. Nær samt sem áður að hanga. Og eða hvað gerist? Þetta er þessi braut hefur aldrei svikið mig góðan kappakstur og hérna í Formúlu 4-deildinni erum við að sjá bestu úrslitakeppni sem ég hef bara nokkuð tímann séð í hermikkappakstri á Íslandi. Sigurgeir Lúðvíksson er hérna í hörkubaráttu við Aron Breka. Aron Breki er 13 ára sko. Þetta er rosalegur akstur frá drengnum. Ég ætla bara að leggja bílnum mínum þegar hann fær bílpróf. Jesus! Aron Breki er í Sigurgeir lætur ekkert stöðva sig samt. Þessi Þetta er geðveikt. Þetta er geðveikt. Og inn á beinakaflan komum við Aron Breki gjörsamlega klistraður ofan í Sigurgeir. Annað kameruview takk. Og Aron Breki hangir, Sigurgeir lokar innri. Aðra kameru takk. Sjáuð Þórhallinn fyrir aftan. Gunnar Karl er núna í 7. Þú sko, Patrikur gæti hleypt honum fram úr sér. Og þá væri Aron, hann kominn upp sæti sko. En ef að Þórhallur er í 3. sæti er Aron Breki að ná að læsa þessu hérna. Koma svo. Þetta er alveg standard bara, sjáu þið. Það er sko hörku barátta hérna og ég læti eins og þessi bara ekkert að gerast. Þetta er bara búið að vera svo mikið að þú veist, maður hálf bara Hann er að keyra eins og hann hafi ekki gert annað í 20 ár. Það er alveg hárrétt hjá þér. Hann er bara ótrúlegur þessi drengur. Þetta er bæði hæfileiki og bara tíminn í að æfa sig. Ég veit að Aron Breki æfir sig grimmt og fær allan stuðning sem hægt er að hafa frá fjölskyldu sinni til þess. Það er eina ástæðan fyrir Aron Breki situr þetta núna í 1. sæti í Formúlu 4-deildinni. 13 ára gamall. Eftir allar hennan tíma er Aron Breki loksins komin upp í 1. sætið og virðist vera nokkuð örugglega þar. Sigurgeir núna Þórhall algjörlega á hælunum á sér. Hérna er Stefán Freyr líka í baráttu. Það er barátta allsstaðar í þessari braut sko. Ég bara veit ekki alveg hverju ég á að fylgjast með sko. Stefán hérna sókn á Hinrik. Hinrik virðist ekkert að gefa hann eftir hana. En hérna er Sigurgeir að soga sig ofan í Aron Breka. Þetta er baráttan 1. sæti. Það eru nokkrir hringir eftir. Sigurgeir kominn ytri. Þetta er búin að spila mörgu sinnum nema þá er það bara öfugt á Sigurgeir á innri. Og núna er Aron Breki bara sína listatakta. Hangir vel á innri. Gerir nákvæmlega. Þessi strákar eru bara frábærir. Það er bara það sem er að gerast. Þeir eru frábærir. Gunnar Karl er í örlítilli sókn en besti hringurnas Gunnars er þó, jújú, hann er sekundur hraðari heldur en hinnir. Þá meina ég nú síðasti hringurinn, býttu nú við, Aron Breki kominn í 3. sæti, hvað gerðist? Ég leit bara tímatöflunni í smá stund og allt í henni bara breytist allt saman. Býttu, ég veit að þið sáu þetta en ég sá þetta ekki. Hvað gerist? Aron Breki kemur hérna, missir Sigurgeir framústur hér og bara bremsar örlítið fyrr og Þórhallur á innri hangir þar og stingur sér fram úr Aron Breka líka. Eða hvað?
jú, Aron Breki samt reynir hérna enn og aftur að koma sér upp samhliða og fyrir innri. Þessi gæjar, þeir eru rosalegu kapastir hjá þessum gaurum. Sigurgeir Lúðvíksson aftur komin í fyrsta, Þórhallur Jóns komin í annarsætið og Aron Breki í þriðja og Hákon Jökulsson komin í nálaðina við og aftur. Hákon Jökulsson allt í einu að byrja að blandast inn í slægin í staðinn fyrir Gunnar. Sjáu þið Hákon, kemur þetta eins og raketta inn í baráttuna. Mættur, komið sælir. Hákon strax bara, já, hann lætur bara eins og þessi á öðrum bílum. Hvað í gangi? Hákon að fara að henda sér upp í fyrsta sætið bara, hvað? Þetta wow! Wow! Hvað, þú veist, hvað, af hverju myndi einhver horfa á Formúlu 1 þegar þú getur hort á Formúlu 4-deildar á Íslandi? Sigurgeir Lúðvíksson kominn í fyrsta sæti, Aron Breki í öðru, Þórhallur Jóns í fjórða sæti, nei, þriðja sæti fyrirgefið og Hákon Jökulsson kominn hérna í diffjúsirinn á Þórhalli. Þetta bara hættir ekki að vera spennandi. Hvað gerir Stefán? 8. sæti, reyna að koma sér upp í 7. með Hinrik að verjast. Hinrik rækir sig á innri og heldur því út af fyrir sig. En Stefán með hraðari línu hérna út. En Hinrik með innri línuna og það innri línan sem skiptir öllu málin í þessa beygju. Eins og Hinrik fekk að sjá margoft á hann þegar hann reyndi að komast fram úr Stefáni hérna. Það nákvæmlega þannig, það dugur ekki til en hér Aron Breki að koma sér upp í fyrsta sæti á beinakaflanum nema Sigurgeir með innri línuna. Hann bremsar seinna, Sigurgeir bremsar allt of seint. Allt of seint. Og fer út í grasið og Sigurgeir, nei Þórhallur fyrirgefið, Þórhallur kominn í 4. sætið núna. Hákon Jökulsson kominn í 3. sætið og þetta breytir öllu, kæra fólk. Þetta breytir öllu. Niðurstaða í mótinu var að breytast enn og aftur. Þórhallur og Sigurgeir, nei, Aron Breki og Sigurgeir núna í grimmri baráttu. Þórhallur kominn langt fyrir aftan, 2 sekúndur sem að aðskilja hann og Hákon. Nú þarf hann að komast ofan í drengina og hérna í 7. og 8. sæti líka barátta. Nei, byttum við. Hvað gerðist? Sigurgeir Lúðvíksson missir bílinn. Sigurgeir Lúðvíksson missir bílinn eitthvað. Hann missir hann alveg sjálfur. Þetta getur ekki breyst mikið meira. Það alltaf gerast alltaf hérna. Þetta keppni rosaleg. Þetta rosaleg keppni. Wow. Þetta paráttan enn og aftur, já. Hinrik og Stefán bara búin að vera atast í hverjum stanslaust alla keppnina. Það eru 4 hringir eftir, kæra fólk. 4 hringir eftir og staðan hefur breyst heldur betur mikið og núna ætla ég að sýna ykkur stöðuna. Ef hann færi svona, ef þetta bara klárast svona, þá Þórhallur Jóns í fyrsta sætinu. Það munar 1 stigi á drengjunum ennþá, þrátt fyrir að margt hafi breyst. Ef að bara, þú veist, eins og segi, Gunnar, býtum við, nei, Gunnar komin upp í, what? Gunnar passed Patti. Og Patti pitta. Hvað gerðist? Þetta Gunnar Karl. Gunnar Karl, sjáu þið, Patrik, hann að hleypa honum fram úr. Hann að hleypa honum fram úr og það gæti einmitt að breytt stigunum eitthvað sem ég var að kíkja á hérna rétt á hann. Gunnar Karl myndi núna sitja í fyrsta sætinu, kæra fólk. Það gott að hafa liðsfélagið í brautinni. Gunnar, ef að staðan fyrir svona, ef að Þórhallur kemur sér ekki upp sæti, þá situr Þórhallur í öðru sæti í mótinu. Gunnar Karl var að koma sér upp í fyrsta sætið í mótinu núna. Ég búinn að drippla löppunum svo mikið á gólfið hérna að það að koma gat í parketti heima á mér. Ég að fara að fá sinadrátt aftur. Þetta að slíta mig, kæra fólk. Þetta að slíta mig í sundur. Þórhallur 2 sekúndum eftir að Hákon Jökulsson
Hann þarf að koma sér upp sæti til þess að geta haldið titlinum sín megin. Gunnar Karl núna einu stigi á undan í mótaröðinni, í allri mótaröðinni. Þvílíkt. Og annað eins hef ég ekki séð. Vá. Aðeins að teygast þetta á milli manna, örlítið. Við erum á síðustu 2 hringjunum og ég ætla bara enn og aftur að opna þetta. Gunnar Karl einu stigi fyrir ofan Þórhall Jóns í mótinu. Eins og staðan núna væri bara engin breyting á topp 5. Það væri bara Patrik Magnússon sem var að hoppa upp 1 sæti. Hérna Hákon. Nei, jú, víst þetta Hákon. Býtum við. Býtum. Já, býtum við, hvað, býtum við. Já, það var það sem þetta gerðist. Sigurgeir misti sig, Hákon situr í öðru, ok, þetta meikar allt saman sens núna. Bömmerinn fyrir Sigurgeir. En Þórhallur, hann að nálgast en líkurnar á því að nái öðru sætinu núna eru hverfandi því miður. Hákon Jökulsson ætlar að gera allt sem hann getur til þess að koma sér í fyrsta sæti. Það er bara spurning, ef þessir 2 gæjar gera einhver huge mistök og allt fyrir klessi á þeim, hver er staðan þá? Hvað gerist þá? Þetta sjáum við bara Patrikur, hann er ekki einu svona að reyna að fara fram úr liðsfélaga sínum. Hann er með betri hring, síðasti hringurinn hans er betri heldur en hjá Gunnari. Og hér er Hákon að reyna að koma, Það munaði ekki miklu að það verið snerting þannig. Það munaði sko ekki miklu að þarna hefði verið snerting. Þetta gæti breytt dýnamíkinni enn og aftur. Þórhallur er að sækja á, hann er komin í 1,2. Það er 1 hringur eftir. Já, 2 hringir eftir. 1,5 cirka bát. Við sjáum Aron Brega í fyrsta sætinu, Hákon Jökulsson í 3. og Þórhallur þetta rétt fyrir aftan. Það munar 1,2 sekundum og Þórhallur þarf annað sætið til þess að koma sér upp og vinna mótaröðina sem að Gunnar Karl er augnablikinn að leiða. En hvað gerist hér? Nei, þetta er síðasti hringurinn. Nei, hann er að vefa hvítuflaggi. Fyrirgefið. Hann var að vefa hvítuflaggi. Hákon stingur sér innri. Aron Breki grjótharður, hangir á sinni línu, heldur sætinu sínu. Patrikur og Gunnar Karl koma þetta yfir línuna. Patrikur er bara í rólegheitunum, beint rátt á Gunnar. Gunnar er að fara hraðir hringi en strákandi fyrir framann, en það dugar bara ekki til þess að ná þeim, en það er Þórhallur sem þarf að komast fram úr þeim báðum hins vegar til þess að vinna mótaröðina. Ef einhver myndi segja Þórhallur núna að hann verði að vinna þessa 2 gæja, að komast fram úr öðrum þeirra til þess að vinna deildina, þá held ég hann myndi bara keyra út af stressi. Hann er komin í samt þöguna, sko. Hann er komin í baráttuna. Við erum á síðasta hringnum. Ef að Þórhallur kemst fram úr Hákoni, þá vinnur hann deildina. Ef hann kemst ekki fram úr Þórhalli, þá vinnur Gunnar Karl. Jésús Pétur, maður, ég er að rifna. Þetta er síðasta beygjan og hvað er að Shape a dush. Inn í bíli á Þórhalli. Þórhallur er limdur ofan í og oh my god, þetta er síðasti kaplinn. Þórhallur nær ekki að koma sér eða hvað, nei, yfir línuna fara er Þórhallur
Í öðru Aron Breki Valgeirsson tekur sigurinn í síðustu keppninni í Formúlu 4-deildinni. Hákon Jökulsson í öðru sæti, Sigurgeir Lúðvíksson hér í 4. sætinu og Gunnar Karl í 5. sæti. En sigrar taka góðan snúninginn að strákarnir, já, flott hjá okkur. En taka sigurinn og Gunnar Karl Vignisson sigrar mótaröðina með 1 stigi, kæra fólk. Það munar 1 stigi. Þórhallur Jóns gerði allt sem hægt var til að komast fram úr, en það bara dugði ekki. Ég hef ekki séð meira spennandi kappakstur á Íslandi í nokkur tíman. Þetta var bara besta keppnin, punktur. Þvílíkt, ég hef ekki einu stund séð formúlukeppni, Formúlu 1 keppni sem var svona spennandi, sko. Ekki, þetta var bara best. Þetta var best. Þakka ykkur öllum innilega, kærlega bara, við erum að taka þátt í þessu öllu saman með okkur. Wow. Má anda, tími, má anda. Gunnar Karl Vignisson sigraði Formúlu 4-deildina 2025 með 1 stigi. Þvílíkur kappakstur, strákar, þvílíkur kappakstur. Þetta var geggjað, stórkostlega vel gert. Við skulum kíkja hérna á niðurstöðunar í keppninni sjálfri samt sem aður. Það er Sigurgeir sem tók 4. Aron Breki, byrjum á fyrsta bara, Aron Breki, Hákon Jökuls, Þórhallur Jóns, Sigurgeir Lúðvíksson, Gunnar Karl, Patrik Magnússon og svo Stefán Freyr náði að halda Hinrik fyrir aftan sig. Hinrik sem er í 8. sæti, Bjarni Jarl í 9., Fenrir í 10. sæti, Arnar Kristinsson tekur 11., Bjarni Sigursson tekur 12., 13. sæti situr Alexander Hauksson eftir frekarlega mikil leiðindi, það er ekkert í fyrsta skipti, hann er vanur. Það er Viktor Þórðarsson í 14. sæti. Ég fer ekki á því, það er Gunnar Karl sem sigraði. Sýnist hann alltaf að taka hérna smá fagnaðarspól fyrir okkur. Meistarinn í deildinni, komið í sæl og blessu, hann ætlar að taka meira en bara fagnaðarspól, hann ætlar að taka fagnaðardrift. Gunnar Karl Vignisson, hér sjáu þið fallega bílinn, mertur 22. Ekki neinn klúður, ekki klúður að þessu. Ekki, við erum öll að horfa. Sett hann í, á hvarf hann. Hinrikinn minn, hér. Ég held að Hinrik sé að reikna út stig fyrir okkur. Og við vitum nú hvernig stigin í hérna hjá liðunum gekk. Það væri rosalega gaman ef það myndi gerast. En hérna sjáum við allan að stigin í mótorinu, top 10. Ég var búinn að sýna ykkur þetta áðan, ég veit það. En við skulum sjá þetta einu sinni enn. Það er Patrikur sem er að vippa sér upp sæti. Sigurgeir, Hákon, Aron, Þórhallur og Gunnar Karl, allir sitja bara í sömu sætum og sátu fyrir þessa keppni. Þrátt fyrir að það verið gríðarlegar breytingar í gegnum keppnina á þessari tímatöflu eða þessari stigatöflu, þá breytist lítið þegar á endan stóð. Patrik Magnússon er svo eini sem að vippa sér þetta upp eitthvað í ofalega sætunum. Svo er það Fenrir Ponsi sem náði sér upp 1 sæti og Hinrik Haraldsson að sjálfsögðu náði að vippa sér þetta upp 1 sæti, 2 sæti líka. Alexander Hauksson situr ennþá í sama sætunum var. Bjarni Jarl náði sér upp 1 sæti og Gunnlaugur Ásgrímsson sem keyrði ekki þessari keppni fellur niður 4 sæti. Bjarni Sigursson, liðsfélaga hans,
breytist ekki neitt hjá honum. Alex Jóhansson tók ekki þátt í keppninni, engin breyting þar. Viktor Þórðarsson, hann hoppar upp eitt sæti. Kjartan Hulduson síðan í 17. sætinu, fellar þarna niður. Og svona Pétur Árni Fannar, turbogeltirnir mínir, þeir hafa ekkert mætt núna í svolítinn tíma. Vel, mér finnst afskaplega leiðilegt, ég vil fá ykkur aftur, ég veit þeir að horfa. Endilega, komið aftur að keppa. Endursýningu frá Gunnar Karl. Sigurvegari deildarinnar. Ég sýnist liðastígin ekkert vera að fara að koma inn eitt hjá mér. Ég fæ ekkert svar hér allavega, þannig að ég held við sýnum bara að fara að slúta þessu svona kæra fólk. Ég sé ykkur aftur bráðum. Við þurfum að halda nýja keppni, við ætlum að halda einhvers konar partykeppnir og svo ætlum við að tengja okkur saman og setja saman Íslandsmeistaramót 2026 sem hefst vonandi núna í nóvember. Þannig að ekki missa af því, kæra fólk, við ætlum að vera með Íslandsmeistaramót á næsta ári. Fram að því munum við vera með einhverja skemmtikeppnir, bara léttar liðar, ekkert, engin mót eða svoleiðis, heldur bara einstaka keppnir og eitthvað skemmtilegt. Þannig að endilega fylgist með inn á Discord-rásin okkar eða hermi kappaksturs-pælingar á Facebook. Þar postum við öllu svona sem við deilum öllu með ykkur sem við erum að fara að gera. Einnig langum bara að benda ykkur á kappakstur á YouTube. Ef þið farið inn á YouTube og skrifið bara kappakstur, þá getið þið fundið þar íslenskan kappakstur. Ég og Hinrik Haraldsson erum iðulega þar með að sjá beinar útsendingar. Einnig er Halldór vinur minn og Rúnar Örn Eiríksson reglulega með mér og Norvel. Við erum nokkrir þarna sem erum að reyna að berja þessi áfram og gera góður útsendingar fyrir ykkur. Þannig að ef ykkur langar að sjá meira af juicy íslenskum kappakstri, þá mæli ég með að kíkja á það. Svo líka getið bara tekið þátt, þetta kostar ekki neitt. Eða þannig. Allavega, þetta er bara búið í dag. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir enn og aftur og bara hlaka til í næstu keppni. Sjáumst næst, það verður stórfæðilegt þangað til, verið bless. Bíðu, ekki fara kæra chat. Ok, ég heyri þetta smá. Bíðu, liðakeppnin, liðastígin, þetta, ég fekk þetta sen. Þetta er komið. Liðin hérna. Liðin, komdu með þetta. Herriði, staðan er sem þannig að í toppsæti liðana er Aðalbone Racing. Aðalbone Racing sitja þarna með 171 stig, sitja þarna á toppnum. Í öðru sæti í liðakeppni eru jarðíturnar, nei, það er rangt, það er Rúpes Bigfoot. Rúpes liðið, Þóroddur Jóns og Stefán Freyr Magnússon sem að skella sér upp í annað sæti í liðakeppninni sitja þar með 160 stig á móti Aðalbone Racing með 171 stig. Í þriðja sæti í mótaröðinni er jarðíturnar. Það er Aron Breki og Hinrik Haraldsson með 135 stig. Nú í fjórða sæti er AH Racing og Miðnótt Engineering. Þeir sitja þetta saman í þriðja og fjórða sæti, nei, fjórða og fimmta sæti og deila þar 113 stigum. Nei, þeir eru báðir með 113 stig, þeir deilaðum ekki neitt.
Með 82 stig eru Skuggi Racing. Það er Gunnlaugur Ásgrímsson og Bjarni Sigurðsson. Og 54 stig eru Röstísi strákarnir. Svo eru 14 stig sem sitja hjá Turbo-geltinum. Núna bið ég heilsa ykkur. Takk fyrir. Gott. Bless. Nei, afsaki. Come on, sko. Herru, ég las röngstíð. Þetta var ríkalegt. Þetta var ríkalegt. Herru, nú þurf ég að sjá þetta enn og aftur. Með 209, þetta er litla óþólið fyrir ykkur sem heitna sitið. Herri, ég ætla að láta þess að það hafi ekki gerst. Og með 209 stig sitja Adalbone Racing. Þeir eru með 209 stig og eru þar á toppnum. Og í öðru sæti er Rúpes. Þeir eru með 203 stig. Og í þriðja sæti eru stigin eru raunin þetta situr eins, nema AH Racing eru í þriðja. Ok, röðin er alveg eins. Stiga, þetta skiptir engum máli. Ok, stigin er eins. Adalbone Racing tók sigurinn í liðakeppninni og í öðru sæti er Rúpes. Í þriðja sæti myndu vera jarðíturnar, mínir eigin menn. Og í fjórða sæti er AH Racing. Í fimmta sæti er Miðnótt Engineering. Og í sjötta sæti eða hvað sagði ég? Skuggi Racing. Svo Röstísi, þetta er að gerast. Ok, nú er ég búinn að fá stigin send. Ég er búinn að lesa rétt stig. Núna íti á bless. Ég sé ykkur í næstu keppni. Hafið það stórfengli. Þá til næst. Fyrir bless.